Ég hef einbeitt mér að rannsóknum vellíðan í starfi og birti nýlega rannsókn sem yfirlit yfir stöðu þekkingar á þessu sviði. Hvað það á vinnustaðnum sem getur verndað okkur, til dæmis gegn neikvæðum afleiðingum álags og leitt til kulnunar í starfi. Þetta og þessi þekking mikilvæg fyrir fræðin. Hún líka mikilvæg fyrir starfsmenn og stjórnendur til þess að átta sig á hvað það raunverulega sem við getum gert á vinnustaðnum. Kulnun í starfi sem sagt starfstengt fyrirbæri þar sem að orsaka þættirnir í starfinu. Við áttum okkur á því að fólki getur liðið illa vegna ýmiss konar þátta í einkalífi. En kulnun í starfi skilgreind þannig að hún varðar starfið sjálft og orsakaþættirnir liggja þess vegna þar og þar liggja forvarnirnar og aðgerðirnar. Ef við lítum á rannsóknir þá sýna þær niðurstöður í stuttu máli að það eru tveir meginþættir sem við getum unnið með á vinnustað til þess að vel gangi. Í fyrsta lagi það áhrifin. Allt sem snýr að áhrifum okkar sem kallast á ensku control. Og það hefur með að gera hvernig ábyrgð okkar skilgreind, ábyrgðarskyldan, markmið, hvað við að gera í starfinu, rammi starfsins. Og það snýst það að við höfum rödd, getum tekið þátt í hlutunum, erum virkir þáttakendur, erum hluti af þessari starfsemi innan þessa ramma sem starfið okkar býður. Og ef þetta fyrir hendi með jákvæðum hætti, þá getur það dregið úr neikvæðum afleiðingum álags, til dæmis á kulnunareinkenni. Seinni þátturinn stuðningurinn, þetta jákvæða félagslega vinnustaðnum, starfsandinn, traustið, kurteisin, virðingin, stuðningur samstarfsfólks og stjórnenda. Þegar þetta fyrir hendi á vinnustað, þá virkar það sem verndandi gegn hinu mikla álagi sem hugsanlega jafnvel þó við höfum lítil áhrif og getum ekki haft mikil áhrif, til dæmis vegna ófyrirséðra þátta í vinnunni. Þetta tvennt getum við unnið með á vinnustað og mínar rannsóknir sýna að þessi tveir þættir, áhrifin og stuðningurinn, oft veikleikar á íslenskum vinnustöðum. En þarna höfum við tækifæri og í þessu verkefni gegna stjórnendur og leiðtogar lykilhlutverki því þau og þeir hafa langmest það að segja hvernig starf okkar skilgreint og hvaða frelsi við höfum innan starfsins og hvernig félagslegu þættirnir á vinnustæðum, starfsandinn og allt sem lítur á samskiptum. Þar eru leiðtogar í broddi fylkingar.